Það eru margir sem óttast að frásagnir, sögur og gamall fróðleikur höfði ekki lengur til ungs fólks og því verði þess ekki langt að bíða að tímarit með slíku efni heyri brátt sögunni til. Eitt slíkt Húnavökuritið sem Ungmennasamband Austur Húnvetninga hefur gefið út sleitulaust frá árinu 1961 eða í 55 ár. Við ákváðum því að líta inn á ritstjórnina á Skagaströnd þegar við fréttum að ritið væri á leið á netið. Já, hér erum við að horfa á Húnavöku. Þetta eru 55 árgangar aftur í tíman? Já, þetta eru 55 árgangar. Ritið hóf á útgáfu sína 1961 og hefur verið á hverju ári. Þetta er ársrit Ungmennasambands Austur Húnvetninga og hefur verið gefið út á hverju ári síðan. Af hverju byrjaði þetta? Hvers vegna? Hver er upphafsmaður þetta eftir minni hug? Já, þetta var sem sagt árið 1961 að þá var Stefán Á. Jónsson á Kagarhóli. Hann var þá ritari Ungmennasambandsins og kennari í grunnskólanum á Blönduósi og honum datt í hug að gefa út rit í tengslum við Húnavöku sem var viku skemmtun Húnvetninga, svona ekki ósvipuð og Sæluvika í dag í Skagafirðinum og hann fékk Þorstein Matthíasson skólastjóra með sér og þeir tóku saman efnið fyrsta árið og það var fjölprentað í grunnskólanum á Blönduósi og þannig var það fyrstu 2 árin en síðan eftir það þá hefur alltaf verið prentað á Akureyri fyrst hjá prentsmiði Odds Björnssonar og svo arftökum þeirra lið eftir lið. Þið eru nú báðir í ritstjórninni, Magnús. Heldur þetta hugsunin hafi verið svo að gefa þetta út í 55 eða 100 ár svona í upphafi? Ég efast nú að það hefur kannski verið hugsunin í byrjun, en þó veit maður aldrei. Stefán Jónsson hélt að minnsta kosti mjög vel út sem ritstjóri. Það var bara alveg ótrúlegt og hann hélt þessu í rauninni gangandi með, ég segi nú alltaf með sinni dásamlegu þrákelkni. Húnavakan er hafsjór af upplýsingum líf og störf Austur Húnvetninga. Margir þjóðkunnir einstaklingar hafa skrifað sögur, vísur eða frásagnir í blaðið sem er fyrir vikið fullt af lifandi frásögnum, sögum, kveðskap og myndum. Þau er ekki mörg samtímaritin sem taka Húnavökunni fram. Mjög margir svona læra smátt og smátt að meta þetta meir og meir eftir því sem að sagt þeir verða eldri, eftir því sem að fá meiri áhuga fyrir að fletta upp einhverju sem hafði gerst áður og svona, fylgjast með fortíðinni aðeins betur, að þá læra menn betur og betur að meta Húnavökuna af því þar er svo margt að sækja. Ég sé til þess að myndirnar, þær eru nú greinlega valdar af kostgæfni. Hvað ræður úrslitum hvaða mynd fer á forsíðuna? Er ég á einhverjum viðkvæmum slóðu núna? Nei, það má kannski nú segja að það sé nú, ritnefndin er ansi íhaldssöm og fornefn og getur orðað svo. Fyrsti Stefán var ritstjóri frá 1961 til 2008 þegar að ég tók við og hef verið það síðan. Þorsteinn Matthíasson sem byrjaði með honum hætti eftir 4 ár, þannig að Stefán var einn restina. Í ritnefndinni eru 5 manns. Sá sem byrjaði fyrst er Jóhann Guðmundsson í Holti, hann byrjaði 1970. Unnar Ragnarsson sem lengi bjó á Blönduósi, hann byrjaði 74 og Páll Ingþór Kristinsson 78 og svo komum við Magnús inn í ritnefndina 1983. Það er svolítið kallalykt af þessu. Já, það er ansi mikil kallalykt af þessu en það má kannski segja að við réðum því ekki. Það voru einhverjir fyrirrennarar okkar en við erum kannski íhaldssami með að sitja fast á þarna. En myndin? En myndin, það er nefnilega, þetta var undanfari. Unnar sem er einn af ritnefndinni er ljósmyndarinn. Hann brýtur ritið á hverju ári áður en það fer í prentsmiðju. Og hann hefur nú svona haft lengst af hönd í bagga með það meðan hann hefur verið í ritnefndinni. Þannig að hans auga hefur svolítið fengið að ráða. Já. En nú þið að koma svolítið í nútíman eiginlega, er það ekki? Það var stórt skref núna á þessu ári? Já, við fórum í samvinnu við Landsbókasafn Íslands, Þjóðskjalasafn og núna í febrúar þá fór allt ritið á tímarit.is
og þar með allur fróðleikur í þessum bókum. Hann kominn fyrir augu allra landsmanna sem að hafa áhuga á því og þar með erum við að breiða út þessa þekkingu og vitneskju og kunnáttu til, getur hver sem farið inn á tímarit.is og leitað að þessu riti og lesið sér til gagns og gamans. Það er fullt af höfundum sem að senda okkur efni árlega og við syngjum komið með milli 500 og 600 höfunda í gegnum tíðina og reyndar 2/3 karlmenn en 1/3 konur þó að ritnefndin sé svolítið karlleg. Það má segja sko að þetta getur verið vettvangur fyrir ljóðskáld og þá sem að skrifa smásögur eða eitthvað svoleiðis, þá þarna vettvangur til að koma því á framfæri og það hefur sannarlega gerst. Það er ekki sín og talað vísnahöfunda, hagyrðinga. Þeir koma þarna alltaf á hverju ári einhverjir hagyrðingar. En að hvaða leyti tengist þetta svo að lokum Húnavökunni sjálfri? Er það einhver tengsl í dag? Nei, í raun ekki. Ungmennasambandið hætti að halda þessa vikuhátíð Húnavöku líklega á 10. áratugnum gæti ég trúað síðustu aldar og svo hefð bara fjall niður. Svo fyrir nokkrum árum þá óskaði Blönduósbær eftir því að fá að nota nafnið á sína bæjarhátíð sem að Ungmennasambandið veitti fúslega leyfi til og sem hið besta mál bara. Ritið kemur hins vegar alltaf út í maí og hverju ári útgefandinn Ungmennasambandið. Þannig að fyrir þá sem ekki hafa aðgang að því að ná sér í svona eintak þá bara núna hægt að fara inn á tímarit.is og flett upp. Allt nema síðustu 5 árgangana. Það út af sölunni. Já, það koma fjármála spekingarnir inn í. En takk kærlega fyrir þetta, gaman að fá að skoða þetta með ykkur.